Þórdís mætti í Víking, hvernig er tilfinningin að vera komin í Víkina? Tilfinningin er bara góð, bara spennt fyrir tímabilinu, stelpurnar eru frábærar og hafa tekið manni mjög vel. Þjálfararnir eru það líka, hafa mikla trú á liðinu öllu og þetta er bara spennandi. Svona að fara yfir í Víking, erfið ákvörðun kannski að velja, voru mörg lið á eftir? Ég hafði alveg einhverju úr að velja en svona þegar ég átti spjallið við John þá var valið aldrei erfitt. Það var alveg, hann hafði mikið það að segja hvað ákvörðun ég myndi taka. Svona, hvað var það við Víking sem heillaði þig mest? Mér fannst stelpunar taka það vel á móti mér og fannst hópurinn mjög góður og þjálfarnir umhverfi líka. Mér fannst það skemmtilegt og bara markmiðið og stefnan hjá félaginu fannst mér áhugaverð og eitthvað sem ég vil taka þátt í. Svo erfitt að fara frá Val eftir allan tíman þar? Já, það er alveg erfitt. Ég var náttúrulega alveg mjög náinn stelpunum og búin að vera hana síðan 2022 og vinna nokkra titla. Þannig að það var alveg erfitt en á sama tíma bara gott að vera komin í gott umhverfi og góða þjálfara. Hvernig var bara svona aðdragandinn að þessu? Varstu lengi, varstu búin að fá að vita lengi að verður ekki áfram með Val eða svona, hvernig var þetta? Nei, ekki beint. Þetta gerðist alveg ágætlega hratt. Ég var bara ekki í plönum hjá þjálfarnum og ég virði það. Svo kom það bara upp að önnur lið vissu af þessu og höfðu samband og ég ræddi við nokkuð félag og svo var þetta bara niðurstaðan. Þetta var ekki langur aðdragandi. Var erfitt að fá að heyra og var ekki í plönum hjá þjálfarnum? Bara, það er ekkert alltaf gaman en svona er það bara. Þjálfarar hafa mismunandi skoðun og sýn á hlutina, þannig að ég tek því bara. Einhverju svona bara hápunktar frá tímanum hjá Val? Já, 2022, það var mjög skemmtilegt. Þá vorum við tvöfaldir meistarar og já, það var bara ótrúlega gaman og mjög mikið liðsheild. Það var þjálfarateymið var mjög gott og Pétur var bara einstakur þjálfari þannig að hann náði því besta úr öllum fannst mér. Svo margar góða minningar og margar góða vinkonur og allt svoleiðis. Já, það var alveg, já ég minn alltaf muni eftir þessi tímabili. Svona tímabil 2023 meiðustu illa, hvernig svona bara hefur gengið að koma tilbaka eftir það? Já, þetta er náttúrulega annars skipti sem ég slít krossband og það er alveg sárt. Þetta tekur alveg meira á svona andlega hliðina heldur en líkamlega. Það var erfitt að komast tilbaka en þetta er alltaf 1 ár og bara þetta er þolinmæði og kannski erfitt líka að vera að koma tilbaka rétt fyrir tímabil, ná ekki undirbúningstímabili og vera svona bara inn og út einhvern veginn úr liðinu en það bara gerir mann sterkari. Var auðveldara, að maður orðaði þannig að slíta krossband í annað sinn, en að gera það fyrst? Ég get ekki sagt auðveldara, en maður hafði kannski meiri reynslu og sem maður gæti tekið með sér úr fyrra skiptinu. Það var náttúrulega alveg mikið sjokk og hvað þá eftir svona gott tímabil og annað skipti sem ég var Íslandsmeistari og annað skipti sem ég slít krossband eftir þannig að það var svona ákveðin skellur en þetta var bara tekur mest á andlega en maður hafði mikla reynslu þannig að maður vann með það. Eitthvað svona álög sem fylgjaði að verða Íslandsmeistari? Ég ætla rétt að vona ekki, þannig að third time's the charm. En svona já, bara að koma tilbaka svo í fyrra, hvernig var það? Var auðvelt einhvern veginn að finna taktin aftur inn á vellinum eftir að maður kemur tilbaka eftir svona erfið meiðsli? Já, það er alltaf erfitt. Sama hvernig leikmaður er og sama hver er að þjálfa mann. Ég veit að þjálfarateymið hafði mikla trú á mér og ég hafði það líka, en þetta var erfitt. Styrkleikinu manns eru ekki kannski á besta staðnum, ef maður getur orðað það þannig. En já, það var krefjandi að koma tilbaka en á sama tíma fann maður alltaf fyrir því að með hverju mínútu að þá kom þetta og varð betra. Erfiður endir á síðasta tímabili? Já, þetta var, já, það er þetta orðað þannig að það var mjög svekkjandi. Svona, verður maður eftir svona tímabil, verður maður ekki bara meira hungrið? Jú, 100%. Svona,
Já, bara komandi sumar með Víkingi, bara svona hvernig líður þér bara núna, þú veist, í líkamannum og svoleiðis? Bara vel, ég hef búin að vera að æfa síðan seinasta tímabil kláraðist og er, já, bara mjög spennt fyrir því og finna að við náum vel saman allar og erum að tengja og ég held að þetta verði bara áhugavert sumar. Eru þið búin að setja ykkur eitthvað markmið fyrir sumari? Já, við erum búin að því. Ekkert eitthvað sem þú vilt gefa upp? Stefnum maður ekki alltaf á toppinn, þannig að, og annars var ekkert gaman í þessu. Er ekki bara spennandi besta deild framöndan? Jú, ég held að þetta verði jafnt. Takk fyrir þetta, Þórdís, og gangið vel. Takk.